Góðan daginn, Sveinn heiti ég hér Nörd Norðsins. Í dag höfum við ákveðið að kíkja á leikinn Legendary frá árinu 2008 gerðir á Spark Unlimited. Leikurinn er allt annað í Legendary í gæðum og hefur algjörlega held ég fallið í gleymsku sín að koma út. Sparkar hafa líka gert annan leik sem er ef ekki slakari gæðum eitthvað og það er Turning Point Fall of Liberty sem kom út, ég man ekki alveg hvað ár en hann kom á PC og leikjartöluna alveg svo þessi. Báðir eru ekki góðir og það er erfitt að mæla með þeim, hvernig var það þannig, það var normal. Áður en þessi leikur kom út, það var ákveðin eftirvænting eftir honum vegna þess að eitt sem bæði Turning Point og þessi leikur eiga sameiginlegt að grunnhugmyndirnar á bak við leikina voru ekkert endilega slæmar. Það var meira leikinn sjálfir og hönnun þeirra og tæknihlutir sem voru slæmir. Þannig að það er eiginlega meira alveg vandir en okkur annar. Og Government Cutscene leikurinn gerir Unreal Engine og eins og sagt á kom út árið 2008 og segja hann er frekar ólíklegur að fá framhald eða aldrei sem kannski skiljanlegt. Þetta held ég Ark of the Covenant, Sáttmálans, þeir sem hafa þessi Indiana Jones ætti að vel kannast þarna. Ég verði við það þáttur að spila hann leik, ég verði klára hann ekki, en þá man ég ekkert eftir plottin í þessu leik, enda er það ekkert mikið til að pæli. Ef ég mani að þetta gerist í nútímanum, alls konar skrimslu, góðsögum og fornum svona ævintýrum kom allt í einu upp eftir eða þetta og valda usla á jörðinni. En ég held að við fáum að sjá líklegast í þessu vídeo í flest allt sem við þurfum að vita sem er örugglega hægt að deila hve mikið það er. Það getur ekkert farið úrskeiðis eða nokkuð. Klárlega. Man eitthvað að maður spila sem þessi ekki, ég er ekki alveg viss. Mér langar að segja það að þetta sé hann en þetta bara veit það ekki. Ok, þarna erum við komin inn, það er aðeins betra. Cutscene er ekki upp og mikið til að rópa úr fyrir. Svo við erum að keyra þennan leik í fyrst og næst fyrir P-upplaust á pistalu enda við erum að læra heal okkur og hvað getur mögulega að fara úrskeiðis allir þessu? Örugglega ekkert. Þetta er annar örugglega rólegur dagur hjá honum. Ok, kannski ekki. Svo, allir þessi leiðin. Ups. Þarna kom það. Það er svo gaman þegar leikir ákveða hvenær maður kemst fram hjá ekki. Svo, sjá hvernig það.
Það alveg gæða Unreal Engine feelingur í gangi. Really? No shit. Á ég fara til safninu. Ertu alveg viss? Bandar á spaksmaður, auðvitað. Ég man að maður notast við vopn og galdra. Mér langar að segja það. Svo. Þetta allt að gerast. Spurning hvort þessi gáðulegt að hringja á Ghostbusters. Ég veit ekki hvort að þeir séu aðeins til að hafa samband við eða ekki. Það spursmál. Ok, ég ætla ekki að gera þetta. Ok. Það skamna að rata í svona leikjum. Þeir allt lítur eins út. Ég held að... Vá, þetta Ok. Ég var að halda að hann kæmist ekki yfir smá hindrun. Sko, bara hacking hérna allir bakkinn, sko. Slippur undan við minigame sem ágætt. Svo, kíkjum aðeins á þarna. Eins og sést þá... Sko, þurftum ekki einu sinni að fá ábendinguna að þurfti að laga slökkveldin. Ég afskar hljóminn í mér, kannski spesrættir í mér, en ég hef búin að vera með flensuna, bara þessa klassísku haustflensu, kvefafóflæs, ekki COVID, svo að ég slappi það. Svo, kemur að cutscene, hljófum að fóka fullt af plátinu á. Og auðvitað erum við stödd í New York vegna þess að allar góðar sögur sem fara úr gerist í New York. Já, svo verðist vera. Ég ákvað að splæsína leik fyrir þetta myndband og keypti hann ódýrst á netinu á leikil fyrir Steam svo ég geti kíkt á hann. Ég ætla ekki að segja til forða öðrum að spila hann en kannski benda fólki á hann. Hann minnst ég ekki í þeim skala held ég að maður þessum leikur sem maður vill þetta sé vannmetinn leikur sem maður vill endilega fólk sjáu vegna þess að benda á eitthvað sem fór framjá. Sko, hérna kemur Griffin. Þarna fyrstu ævintýra dýrin byrja að koma í ljós. Ok, þetta klárlega ég ekki alveg viss hvort þetta átt að gerast eða ekki en ég giska það. Það engin hjálp í þessari konu frekar fyrir daginn. Altså, ég veit ekki hvernig finnst það en það alltaf svo sérstakt í tölvuleikjum þegar þú kemst ekki yfir einhverja hindrun en ef þú verður í raunveruleikanum þá kemur þú styrn léttilega bara með að klifra yfir hana og eitthvað svoleiðis. Persónan virðist ekki vera í tölvuleikum virðist ekki vera gett þeim hæfileika að geta rölti yfir hindrun eins og ekkert sé. Þarna erum við að tala saman loksins. Veit ekki hvað X virka mikið mútið Griffin en hei. Svo, smá tæknilegar hana.
leikurinn okkar aðeins að stríða okkur. En óþægilegt með 2 skjá en það er stundum ótrúlega pláa þegar maður er að díla við leiki sem bara hendla ekki tilhugsun 2 töluskjái. Ok, við erum ennþá lifandi. Ég skil ekki hvernig það er, en hei. Klálega guðurnir valið okkur. Ekki gott að leigubílstjóri þessum tíma, en hei, þakka fyrir. Það er mest ekki einhvern Uber núna. Skrimslin hafa lítinn sem enginn áhuga okkur virðist vera. Gott fyrir okkur, slæmt fyrir alla aðra virðist vera. Svo. Greiði löggan. Ok. Allt að gerast þetta. Ok. Mér grunar að þessi sé ekki að selja álfinn og ganga melli húsa til þess. Og við erum ekki með nýtt vopn í höndunum. Við erum með vopnrindar en engar hæfileika. Það er ekki mikinn séns á mót honum. Það er alltaf skemmtilega til að hann hefur engan áhuga okkur. Svipað eins og áhuginn sem við ættum að vera með fyrir þessum leik. Lítill sem enginn. Þá kannski ekki alveg rétt. Tölvuleikir svipað eins og bíómyndir. Það er stundum eitthvað við það að horfa slæma bíómynd og stundum við að spila slæma tölvuleik. Það er eitthvað við það. Það er... Þú miskusti lærir að meta góða hluti ef þú horfir eða spilar slæma leiki og horfir á slæma bíómyndir. Stjórnunin er ekkert robóhræður og ég greiðir að skjóta hann að greiða mannvinstræri sem ég átti örugglega ekki verið að gera. Þetta aflokki. Allt að gerast hérna hjá okkur. Það ætla bara að sjá hvað ég er búinn að vera að taka lengi upp hérna. Sko, slökkum aftur hérna eldinn. Þetta er allt mjög heppilegt fyrir okkur. Klárlega var okkur ætlað að fara þessa leið og gera þetta. Þetta lítur á leiðin. Loksins sýndi eitthvað skrímsli okkur áhuga í 30 sekúndur. Við kunnum galdra. Ég veit ekki hvort að karakterinn okkar er hæfur til að fara í Hogwarts eða ekki. En með hvað hann kom þessari geðveiki á stað þá myndi ég líklega að segja að hann sé ekki alveg Hogwarts material og kannski best fyrir krakkana í skólarum að komast ekki nálægt honum. Þú veist að þetta er gamall leikur þegar þú sérð gamla tölvuskjái með túbu. Það er allt að gerast hérna. Þessi er eitthvað heitt í hamsi og með grunar hann vilja ekki vera vinur minn en það myndi ég ekki vilja vera vinur hans. Eins og margir tölvuleikir á þessum tíma þá er þetta mjög brúnn tölvuleikur. Þetta er stundum eins og eini liturinn sem var hægt að finna í hönnun tölvuleikja tímabili var liturinn brúnn.
það minnst það var mjög ábrendi við Unreal 3 töluleikina sem þessi gerði Unreal 3 grafíkvélinni sem þessi gerir. Það eins og ég segi mjög mikið lítinn brúnan. Það eins og það hefði ekki verið neitt annar litur til í kassanum þegar það var að búið töluleik og þetta var eini valkosturinn. Ég valdi að skilja þetta en hei, ég byggi til töluleiki svo hvað veit ég. Ég spilaði bara þykist veit ég það með að tala það. Svo klárlega er ég hæfur í það eða þannig. En þið sem hafi verið að hlusta á þessi stutt myndbreytt sem ég er búin að leika mér að búa til hérna fyrir Nörd Norðursins. Vonandi kannski takið eftir að hljóðið er aðeins betra í mér. Við gerum stutt ákall í síðustu viku á Nörd Norðursins á Facebook síðan okkar. Það sem hann Bjarki fóringi okkar óskaði eftir uppfærslu á mikrofónu fyrir mig af einhverjum ástæðum fannst hann rockband mikrofón og flaska úr bónus sem standur hafði ekki alveg verið kannski málið og datt í huga að vera kannski gáld fyrir mig að uppfæra eins og við fengum frábæran stuðning frá Gamestöðin í Kringlu sem sendi okkur hennan flotta HyperX mikrofón sem þið heyri mig tala núna og ég verð að segja að það er mjög þægilegt að nota hann og komið mér skemmtilega óvart og ég var ekki verra líka að sjá að hann virkar fyrir PlayStation 4 og Xbox One og þá líklegast fleiri tölvur fyrir það ásamt auðvitað PC og Mac og allir slíku. Og við þakkum Gamestöðinni innilega fyrir þennan stuðning og hvetjum fólk augljóslega til þess að kíkja á það fyrir að skoða helstu nördavörur og augljóslega tölvuleiki og tölvur og fleira. Og erum við félagarnir flestir, 10 gestir að inni líka. En þetta ætti vonandi að nýtast okkur í upptökum og hlaðvörpum og fleiru í framtíðinni. Þannig að sjá hvert við erum að koma. Ökkum okkur aðeins áfram með það. Veit ekki hvað gott er að það er endalaust verið að skilja eftir byssur á víðavangi. Ég veit að hlutin eru slæmir en er virkilega gáðulegt að skilja eftir byssur og glamping alls þar. Veit ekki alveg. Það er svona, hvað ég segja, spursmál. En ég er ekki að segja ég myndi helst til að vopna þar á móti þessu skrimslum, en ok, þess að já, ekki skal ég segja þess að það er mest að gervigreind hefur skánað á síðustu 12 árum eða svo. Það er ekki hvernig þetta allir í hug að setja kráttstakkan og minimap dóti eitthvað á sama stað, veit ekki alveg. En ég er hendur að spila PC, það er ekki eins og ég get ekki snúið þessu við. Sko, ef þið hefði gaman af kjánaluleikjum, þá er þetta klárlega kjánaluleikur. Og ef þið getið fengið hann á réttu verði eins og ég gerði. Ég keypti hann á cdkeys.com og ég held ég borgaði undir $2 fyrir hann. Og það er svona, myndi ég segja hámarki sem ég myndi mæla með að borga fyrir svona leik. Þó ekkert sé best, en það er auðvitað meira en að segja það finnanleik í dag ef þið vildu spila hann á PlayStation 3 eða Xbox 360 og hann virkar ekki á
Back and Pat held ég veit ég á Xboxinu. Ég mér langar að segja það minnst. En Turning Point af öllum ástæðum, hann gerir það aftur á móti. Það er leikur sem ég langar að kíkja á PC ef ég get bara fundið hann vegna þess að hann er ekkert lengur til sölu sá leikur. Þannig að það er meira að segja held ég að finna hann. Þetta er eiginlega gallinn við tölvuleiki í dag, eða tölvuleiki dreifingu getur við sagt. Því meira færist yfir og stafrænt á stundur svolítið vandamál vegna þess að það er ekkert mál fyrir framleiðendur að taka hluti út af til dæmis Steam og öðru. Og það eru vanlega margvíslegar viðskiptalegar og rétthafalegar ástæður fyrir því. Getur verið tónlist sem er ekki lengur réttur fyrir fleira og allt í einu þarf að fjarlægja leikinn. Og þannig að það kemur stundum fyrir að ákveðin leikir er ekki lengur fáanlegir. Og leikurinn ákvað að hoppa út af einu sinni. Svo ég læt þetta vera sem vísbendingu fyrir mig að þetta sé lokið í bili. Það er reyndar fleira af skrímslum og svona dótið seinna mér í leiknum, en leikurinn verður alltaf miklu meira en það sem ég er búin að sjá þegar, svo að ég held að mörguleiti get ég sagt að þið sé búin að sjá það helst á leiknum þegar. En þetta var leikurinn Legendary á PC og ég er sett og ég er einn af þeim sem skrifa og fjalla hluti á Nerdnorðsins og ég hvet okkur endilega til að kíkja á okkur á Facebook, nerdnorðsins.is, Instagram, Snapchat, YouTube, bara eiginlega hvað sem hlutir eru góðir. Og ég segi bara takk fyrir mig og sjáum sér.